Komið sæl og verið velkomin í podcast Kopp.is. Það landsleikjapása og svo sem ekki brjálæða mikið að frétta af Liverpool þessa dagana, en við höfum svo sem að nóg að taka í dag og hérna held ég vindum okkur vendi að kynna velum við Maggi, þú ert mættur í Breiðholtið. Alltaf í Breiðholtinu. Steini á sínum stað. Jú. Og aftur erum við með nýja meðlim, en einhvað síð meðlim af hérna Kopp.is fjölskyldunni. Daniel Sigurgeirs, þú ert mættur. Sæll og velkomin til leiks. Takk að þér. Takk fyrir að bjóða mér. Þetta er gaman að fá því. Við ætlum að taka bara þáttinn alfarið í að fara yfir spár okkar hérna Kopp.is undanfarin ár og með indina það aðlaga hvernig Maggi og Steini hafa verið að standa sig og ertu ekki með þetta bara alltaf tölfræði yfir þetta hreinu nú þegar? Jú, þetta allt saman skráð og skjálfest. Já, þetta verður líklega mikil hlustun. Herðu, já, velkomin til leiks og hérna gaman að fá því. Ég held við vindum okkur bara strax í þetta og við langar aðeins að byrja okkur á hvort við ættum að meta aðeins hérna njósnara teymið eða transfer committee eða hvernig við tölum þetta. Michael Edwards var ráðinn yfirmaður knattspyrnumála 2016, bara fyrir ári síðan og óþekktur þannig séð gaur sem kom frá Tottenham 2011, einn af arfleiðum Damien Comolli og svo komu Fallons og Hunter hérna 2013 þegar hófu störf sem sumarið eftir að Rodgers tók við og var ekki með hans fyrsta glugga. Klopp, Maggi, hann hrósaði þessum þremur sérstaklega eftir í síðustu viku og þá var hann að tala kaupin á Sala. Þetta nokkurn veginn sami mannskapur sem var á bak við Rodgers. Ég veist, þetta sé hvað þjálfarinn, en hvað þínum að þetta hefur breyst í bara þeirra starfi á þessum 2 ára núna. Þetta er allt annað andrúmsloft í kringum það, ekki? Já, ég held að sé náttúrulega bara klárlega þannig að það hefur kannski verið erfitt að átta sig á þessu, eins og þú segir þeir koma þarna á einhverjum tíma sem að þetta var held ég bara alltaf á einhverjum skrýtnum stað. Ég held að það hafi verið mikið lærdómsferð í gangi, mjög mikið af þessum Rodgers tíma fyrir eigendur félagsins og að hérna Rodgers kallinn hafi kannski verið of lítill fiskur í svo stóru tjörn. Það er svo sem ferði verið að hann hafi ekki endilega verið sá sem að tók ákvörðun að hafa ráðið þessa menn og ef þið sjáðu hver hann hefur verið að ráða til sig hjá Celtic þá var hann kannski ekki endilega leitað sér að reynslu meiri mönnum til þess að hafa í kringu sig. Heldur verðist honum að kannski liðið best með menn sem að svona eigum að vera leiðilegur að segja að hann hafi ekki, hann verið ráðið sem menn sem hann var vissum að myndi hlýða sér. Kannski orðað þannig því að það er náttúrulega, við skulum ekki gleyma því að hann náttúrulega til dæmis tók tilbaka ráðningu á yfirmanni akademíunnar sem var Spánverji sem hann virtist ekki treysta. Ætlaði sér að ráða Mike Marsh eftir að vera búinn að skoða allan heiminn í kringu sig, tók Pasco með sér. Þannig ég held bara að Rodgers hafi ekkert liðið vel í þessu umhverfi. Ég held að hann hafi kannski svolítið verið á þeim staðnum að hann hafi bara viljað, vera svolítið bara að snúast meira í sínum eigin málum og það er alveg hægt að leiða til líkum núna. Einhverjir leikmenn sem þeir völdu eins og Markovits og einhverjir fleiri sem hann notaði lítið, jafnvel kannski Sakko sem þeir voru að kaupa fyrir hann sem hann ekki notaði. Þannig ég held að sé erfitt alltaf að fara að nota Rodgers reglustykun á þá. Bara ég held að Rodgers hafi ekki liðið vel með þeim. Svo kemur Klopp bara þarna og það virðist vera mjög flott working relationship á milli þeirra. Það eina sem við getum kannski verið ergja okkur á er það að þeir séu kannski ástæðan fyrir því að það vantar hafsend, að þeir hafa kannski verið sammálanum í því að bíða eftir réttum hafsend sem við erum alltaf ergja okkur á. En það allavega maður upplifir það að sé mjög skýr stefna hvað þeir vilja að gera bæði með innkomur og jafnvel þegar kemur að því að gera samningar sem að hafa líka verið í gangi í félaginu. Þeir hljóta að vera líka með í því að til dæmis þessi langa störukeppni sem náttu við Coutinho sem var til þess að skrifa undir samning á þess að vera með klásúlu og kannski eitthvað sem líka gerast núna þá bara hefur maður einhvern veginn trú á því að samstarf Klopp og þessara manna og einmitt nýrra manna í brúnni sem hafa verið að koma inn síðustu mánuði sé bara mjög gott og það einhvern veginn bara treysta allir öllum og það sé svona eðlileg samskipti þar á milli. Það held ég hafi ekki verið þegar Comolli kom, það Dalglish hafi jafnvel verið stór biti fyrir eigendurna líka til þess að hafa og ég held að í rauninni verði bara við munum einhvern tímann læra það í einhverjum bókum hversu illa gekk á bak við Rodgers í alls konar svona málum. Þannig að ég held að þetta sé bara svolítið þannig að þarna eru konir menn saman sem að
treysta hver öðrum og þora að taka hver öðrum sem að ég held að það hefur skipt bara heilmiklu máli. Það er að horfa á þetta svona, Daniel, kúltúrinn á Englandi var alltaf, sérstaklega Liverpool, Benítez og Houllier til dæmis fengu sína menn sem aðal njósnara og þeir fóru með þeim þegar þeir fóru tilbaka þegar sko, Rodgers var svona fyrsta stóra ráðningin hjá, Teleil bara ekki Hodgson með og Douglas náttúrulega, ég man ekki alveg hvernig, hann var náttúrulega bara með Comolli og hann var ekki hans ráðning, þannig að þetta er ágætis breyting það með liðinu, en það er líka að segja sko að þú veist, Rodgers er ekki eins og Klopp hafi tekið einhvern af sínum mönnum í þessar stöður, ekki að mér vitandi, er það ekki rétt með þetta? Nei, ég er svo sem engin sérfræðingur í þessum málum og kannski rétt að taka það fram svona bara strax í byrjun að ég náttúrulega kem bara fram hérna sem hver annar svona sófa-sérfræðingur sem já, nákvæmlega sko, en það er náttúrulega bara svona mín sýn á þetta er svo að Klopp hann bara kunni þetta miklu betur heldur en Rodgers, bara eins og Maggi var að segja og mér finnst líka Klopp sko, hann sýnir kannski meiri þolinmæði, þú veist, og já, svona upplifunin ég meina eins og hvað, var ekki Lewis Alberto, var hann ekki keyptur í tíð Rodgers eða hvað og hann einhvern veginn, þú veist, fær aldrei séns, þú veist, eða spila á að sjaldan og svo bara seldur og nú hann kominn í spænska landsliðið, sko. Þannig að á meðan að, þú veist, að Klopp, hann virðist, eins og maður sér með Moreno, þú veist, hann setur hann bara á bekkinn í ár, þú veist, og bara lætur hann spila, þú veist, á æfingarsvæðinu og svo að svona, allt tímaskinn hjá Klopp sé miklu, hvað segja, lengra heldur en hjá Rodgers. Gæti verið að það ekki eins mikið pressa á hann líka, sko? Jú, nú fer hakan í gólf á ykkur. Ég verð að vera töluvert ósammála Magga vinur mínum hérna. Sko, ég veit ekki, ég hljómið svo biluplata hversu oft ég búinn að segja það í podcasti að þetta er transfer committee hjá Rodgers. Þetta voru sömu aðilar og eru núna, alveg svo Maggi var að tala áðan. Munurinn er að bara Rodgers var bara ekki nógu góður í ákvarðanatöku þegar kom að því að velja á milli manna sem var búið að skáta fyrir. Ég held að það snúist bara fyrst og fremst það. Það hefur ekkert breyst hann. Ég meina, Houllier, hann erfði Ron Yates sem var búinn að vera þarna yfir skát áður. Hann byrjaði hjá Benítez líka. Síðan var hann bara gamall og Benítez fekk sér einhvern nýjan. Síðan eru búin að fara í gegnum söguna með Comolli og allt þetta. Og mér fannst alltaf hjákátlegt að þegar það kom leikmaður í tíð Rodgers sem að virkaði ekki alveg nógu vel, þá var það transfer committee sem átti að hafa keypt hann, ekki hann. En síðan þegar menn stóðu sig vel, þá var það Rodgers sem valdi þessi mann. Málið bara, hann er bara, í mínum huga, ekki jafn góður að ákveða hvernig leikmenn hann þarf. Eftir á hyggjastinni, þær sögur hafi lekið frá Rodgers? Það gæti, ég var ekkert hissa á því, sko, ef það var eitthvað valdabarátta þarna milli hans og eigenda, þá var ég ekkert hissa á því. En in the end, og það er bara þannig á Englandi, þetta er ekki eins og á Spáni, þá er það knattspyrnustjórinn sem að tekur final ákvörðun hvort að leikmenn eru keyptir. Og ef þeir eru ekki að fitta inn hjá honum, þá er það bara hans klúður, þá er hann bara ekki nógu góður í að skilgreina hvað hann þarf og skoða það út frá svona scouting skýrslum og öðru slíku. Klárt mál að ferlið er örugglega meira smúð núna. Það er örugglega hárrétt sem Maggi segir, það er örugglega meira traust á milli manna núna. Ég held að það gæti verið, núna erum við að ræða eitthvað hlut sem bara sko við sjálfu sér erum bara að horfa mjög langt utanfrá á, en svona á því sem manni sýnist að þá virðast menn vera búin að ræða hlutina mjög, bara svona, hvernig er íslensk orðið, svona bara alveg út í gegn hvað vantar í liðið og hvers slags týpur er verið að leita. Af því að skátarnir,
þeir fara ekkert bara á eigin vegum og bara fara að skáta menn bara með langar að horfa á þennan núna. Það eru ákveðna típur sem menn að leita eftir og það eru ákveðnir ákveðnar stöður sem maður þarf að fylla og það eru ákveðnir eiginleikar sem maður þarf í þessar stöður. Það er áherslueinni hans, Klopp tekur alveg sérstaklega fram hann í síðustu viku að þeir lögðu því líka áherslu á þennan leikmann og lögðu mikið á sig til að sannfæra hann, segja hann, þeir voru með einhvern lista af 20 mönnum hvað sem er rétt í því og allt svoleiðis, en þá mér finnst þetta áhugaverður punktur og ég get alveg trúið að þeir hafi gert þetta líka við Rodgers og það hafi verið meiri togstreipa þar á milli, sko. Já, ég efast að Rodgers hafi verið með jafn mikið respekt kannski frá öllum. Ég held að þetta snúist líka svolítið mikið samskiptin. Við sjáum það bara á hvernig Klopp að eiga samskipti við leikmennina sína, hvernig hann eiga samskipti við mídíuna. Hann bara mjög svona opinn í samskiptum og ég held að það hljóta að vera lykilatriði þegar kemur að svona transferskaupum. En það var alveg hægt að segja að það væri transfer committee núna. Þetta bara gert á mjög svipaðan hátt. Það bara verið að fara yfir skýrslur og annað slíkt og síðan tekin ákvörðun og í enda það var það stjórinn sem ræður. Það var mikið öllum liðum svo sem, sko. Nákvæmlega, en ég held að við steinum sér svona mörgveldi sammála en það sem ég kannski meina bara nákvæmlega það og bara það að Klopp sé að hrósa þessum mönnum og tala þeirra þátt í þessu. Við vitum allir það að Rodgers var eiginlega bara hundfúll þegar einhver vildi ræða þessi mál við hann. Rodgers var svolítið þannig sennilega samþykkt þennan ótrúlega sjónvarpsþátt sem náttúrulega verður að selja einhvern tímann kröfin það sem að sniðir svolítið hann væri dálítið flottur og fínn á því að mér fannst hann kannski í rauninni sko, einhvern veginn bara vera á þeim staðnum að hann vildi ekkit endilega spila mikið í liði og ef þetta er rétt ef Steinir taka þetta út að þá náttúrulega voru þá alveg ótrúlega léleg einhvern veginn samsetning að kaupum hjá honum árið sem við missum Suárez þó svo að Lallana og fleiri leikmenn sé að stíga upp einhvern veginn núna að þá einhvern veginn var að vera sópinn fullt af leikmönnum sem að hann ætlaði bara best að kaupa bara alla mólana í búðinu og vona einhver þeirra sé góður að það er einhvern veginn bara það sem að ég held að sé málið þannig að transfer committee sem er klárlega bara allstaðar í pakkanum núna síðustu 15-20 árin allavega að það sé kannski eitthvað sem að við getum alveg verið ósammála, ég er alveg ósammála að Steina í því hvernig ég held að það virki á rúlli því ég held að hafa alveg verið á einhverjum tímapunkti og sé jafnvel á einhverjum tímapunkti að þjálfarinn kannski lúfi pínlítið út af því að sé eitthvað sem með einhverja flotta einhverja scouting línu sem að hann þá fer og kipir einhverjum í en það sem ég held að sé bara kannski líka munurinn á því sem að bara við höfum svolítið að sjá núna og sem að við kannski ræðum ekki núna en ég held að munurinn sé bara svolítið sá að það sem við erum að horfa á núna allan það sem ég fæði á tilfinninguna bæði út af þeim ókostum og ókostum sem við erum að sjá í leikmannakaupum sem að ég fer ekki vona því þú veist að þú veist ekki sammála öllum sem hafa kommenturuð á samáttina Steina með klafangallinn að þá held ég að sé líka bara það sem málið það að munurinn bara sá að þjálfarinn og þeir sem eru í kringum hann með mjög skýra og ákveðna mynd hvað ætla að ná og kannski erum við bara að sjá það í leiknum móti Vestham síðast þetta leikir í 4-2-2-2 sem við möttum að sjá hvernig rúlar og virkar að þar er bara munurinn ef við horfum á það að tilbaka á veru Rodgers í félaginu þá ætla ég að fara að vera alltaf leiðilegri hún snerist eitt magna tímabil hjá þá besta fótboltamanni heims og 2-3 annara sem að náðu að fara á hærra level með honum. Að öðru leyti þá var þessi vera Rodgers og Liverpool í rauninni bara einn samfelld bara sorgarsaga. Ég er alveg sammála þessu Maggi, þessari greiningu á þessu tímabili en í alvöru heldur virkilega að kaup eins og Benteke sem voru stæðstu kaupin hjá Rodgers heldur virkilega og sem að fitta alls ekki inn í liðið eða leikstíl sem að liðið hefur verið búin að spila heldur virkilega að þau séu framkvæmt þvert á vilja Rodgers ég hef bara Nei, ég kannski alveg sammála því
Nei, alveg örugglega ekki, en þá segi ég kannski einmitt aftur, þú veist, hvar var sýnin, hver var með sýnina og hver var Hana segja vantaði Já, hjá já. Rodgers. Já, kannski, og þá getur komið eitthvað svona, og þá sitjum við uppi og bara best að láta eftir með þennan ef ég fæ þennan. Ég svolítið trúi að það við verið orðið málið þarna undir lokin, því að það var náttúrulega galinn, þessi kaupans áallum sem Benteke eru náttúrulega bara, eins og sé, bara eitt af rannsóknarefnum mörgum verið Rodgers í félaginu sem var að mínu viti heilt yfir bara mjög slæm því lengra sem líður frá því við höfum kannski ekkert að vera að velta okkur mikið frá honum. Við björnandir á Íslandi sáum þetta. Algjörlega. Daniel, það er engin haldið fram að leikmannakaup Liverpool sé eitthvað fullkomin eftir að Rodgers fór heldur en ekki frekar hann í öðru liði bara í heiminum en er ekki þetta fullra samt að þeim fækkar rosalega dýru mistökunum allavega af þessum 2 árum að dæma. Og það er nú svona manns mat og að það sé kannski verið að kaupa aðeins færri leikmenn og að reyna að vanda sig aðeins betur sko. Allan að þegar maður lítur yfir hennar lista sem hefur keyptur þá er nú ekki margir sem að maður myndi segja sko, þú veist, það eru náttúrulega menn þarna eins og þú veist Manninger og sem er auðvitað bara keyptur bara til að vera á bekknum eða bara á Uppfyllingarefni svolítið bara? Já, algjörlega þú veist, þannig að hann er aldrei ætlaður neitt hlutverk þannig, ekki á vellinum og keyptir meira til framtíðar og eins og segir sem ég held að sé sko hvað að segja meira svona solid plan heldur en hjá Rodgers, þú veist, eins og með Solanke, þú veist, hann er að koma innan núna hjá Englendingum komin í landsliðið, þú veist en það er auðvitað bara verið að svona ýta honum svona mjúklega út í djúpulaugina sko, þú veist, hjá Liverpool sko. Eins og með menn eins og Woodburn og fleiri, þú veist, einhverju þjálfarar hefðu nú verið búin að sko taka hann og spila honum alveg í tætlur, þú veist, en það er augljóst að passa hann alveg bara eins og sjálfur auga síns sko. Já. En þetta er líka sko, maður meinar eins og með kaupin sko, þetta segir það ekki að eftir að Suárez fór þá hefði Rodgers nú heldur betur ekkert veitt af sko einhverjum af Sala eða Manni og jafnvel Firmino sko, þannig að þetta er líka farið mikið verð það sumar sko. Nei, akkurat. Já. En ég held að það sé eins og menn er að segja sko að menn svona kunna líka, já og kannski Klopp, þú veist, og þá líka þetta teymi sem með honum, þeir kunna betur einhvern veginn að velja menn sem að svona er að fitta betur og hafa einhvern veginn svona meiri samanlega því ég skil ekki alveg hvað menn voru að hugsa með Benteke, þú veist, augljóslega er hann ekki fitta inn í leikskipulagið, þú veist, ef hann hefði verið hugsað sem plan B, hann er svolítið dýr fyrir það en þetta er allan að ég er mjög sáttur við síðustu leikmannaglugga, sko, svona allan að þá glugga það sem eitthvað hefur verið að gerast, og svo náttúrulega má ekki gleyma Stephen Kolker, ég menna, ekki verið keyptur betri framherji bara í lengri tíma. Sko. Já, það er góður punktur. Ótrúlega sagt að maður bara gleyma því. Hann var skæður, hann var mjög skæður. Já, ég menn, hann átti nú hlut þarna í sko, hvað var það ekki, jöfnunarmarkinu á móti Arsenal sem að Allan skoraði, þú veist, hann átti nú hlut í því held ég og þetta var ótrúlegt hvað hann Hann hefði mikil áhrif. Á meira lífi í honum heldur en Benteke á mörgum leikjum. Já, það segir eiginlega bara meira heldur en þarf að segja, sko. En ég er alveg sammála því, sko. Ég held að stóri munurinn er akkurat það sem vorum að ræða áðan. Og það, ef við horfum á listan síðan að Klopp kom, þá hvað hefur bæst fyrst og fremst í þetta lið? Hvað er búið að vera að bæta? Það er þetta sem við erum búin að vera að röflum aftur og aftur. Það er meiri hraði. Það er meiri hraði og þar af leiðandi verður miklu meiri sprengjukraftur inn á vellinum. Það er búið að bæta mönnum eins og Sadio Mane og Salah og Oxlade-Chamberlain inn í þetta lið. Við erum búin að bæta við Wijnaldum sem er mjög kvikur og hleypur mikið. Þannig að í rauninni má segja sko að þessum kaupum hjá Klopp, þá var eins og Daniel kom inn á, Alex Manninger, hann var keyptur þarna til að vera
var að skeifa í 1 ára meðan að Ward var í burtu og kom með reynsluðin í pakkar, 36 ára markvörður, aldrei ætlurinn að láta spila þetta einasta leik, helst ekki allavega. Karius síðan annar markmaður sem var valinn að minnir besti markmaður, eða hvort það var næstur eftir Neuer í Bundeslíkunni. Ungur, búinn að eiga frábært tímabil, keyptur inn sem framtíðar markmaður. Það eru skiptar skoðanir hann úti og við vitum ekkert ennþá hvernig verður með hann, hvort að hann teljist flopp eður ei. Síðan það bara hann Ragnar Frendikar sko, sem aðrir eru svona, já ok, Matip er náttúrulega ekki ungur og ömurlegur en hann samt ungur að miður að vera og ég þreytist ekkert að tala að dán mínu honum. Ég klár á því með góðum partner og þá væri það frábær leikmaður til lengdar. Síðan erum við að tala Menno Solanke og Andri Robertson. Þannig að klárlega erum við ekki að sjá þessi floppkaup jafn mikið og við sáum áður. Já, en sko, ég ætlaði einmitt að fara að segja, og það er auðvitað bara það sem við erum kannski að horfa á hérna núna, það hefur alveg verið sagt gegnum tíðina, að reglan svo að þú ert með, eins og sagt, þriðjung góðkaup, þriðjung í lagi og þriðjung sem að virka ekki, og ég meina ef við lítum yfir listan hjá Klopp, að þá erum við alveg klárlega með, í augnablikinu, ég styð stein algjörlega því að vera til að Ragnar Klavan vera kaup sem ganga ekki upp. Ég ætla bara alveg verið á þeim pakka og ef við skoðum það að Klavan og Manning. Ég segi ekki orð um það. Nei, ég veit það. Ég að vera einir á þessum bíl sem að móti Ragnar Klavan. Það bara Klínsít Klavan, sem við kallum réttin nöfnum líka. En svo þú veist, þá var ég með í King Colo túri og á Sissoko ból. Sem einn að fá Liverpool-búningur sem ég geymdur á herðadreifum með mér, en þarna dreg ég eiginlega strikið og þú veist, og þar erum við að tala um að þriðjungurinn, Klavan og Manninger, það eru þá þessi kaup sem ekki að virka. Við erum ekki búin að sjá Karius klárlega sem svona við ætlum að sjá hvað kemur því. Wijnaldum svona líka fínn leikmaður en hefur ekki alveg stigið. En þar erum við með Sadio Mane og Joel Matip klárlega góðu leikmennina. Núna í ár erum við með Salah, Chamberlain, Solanke og Robertson. Það getur alveg verið að horfa það sama, en munurinn kannski akkurat sá sem þú einmitt skoðst inn í einar að dýru kaupin, það ekki Benteke sem að floppa til dæmis, sem var að lendi því eða einmitt Markovic og jafnvel kannski getur þetta Origi. Við borguðum fullt af peningum fyrir þessa leikmenn sem voru að floppa, en stóru kaupin sem að peningurinn hefur farið í, sem eru Sadio Mane, Mohamed Salah og Oxlade Chamberlain sem að stíga inn í þetta. Það eru leikmenn sem að svona, þú veist, þá einhvern veginn tínum maður því að þó Ragnar Klavan muni aldrei verið einhverju minningunni eða einmitt Alex Manninger sem var bara þriðji markmaður eða Andy Robertson sem svona ungur skoti sem vonandi verður einhvern tímann eitthvað. Það er miklu minna mál heldur en þegar að stóru nöfnin eins og Benteke eða Markovic eða Sakho að þeir klikka. Þú verður bara fúlar yfir því þegar þú kaupir eitthvað geggjaðan leikmann sem peningurinn bendur að sé geggjaður og svo bara drullar hann upp á hnakka. Þá verður þú pirraðri heldur en ef að Ragnar Klavan klórar á móti Swansea eins og hann gerði í okkur í fyrra. Er ekki líka til að segja það, Maggi, að með þessa kalla, með þessa glugga, þegar við erum að fá inn á sumri, við erum ekkert vanir því undan á þessum árættu þannig séð að fá inn sko á hverju sumri núna 2 og við tökum Keita með 3 og ég veit ekki fyrir mín og svona. Það er alltaf einn leikmaður hverju sumri núna undanfarin ár sem á barmi þess að verða heimsklassa leikmaður og réttum aldrei og allt svona, þetta er náttúrulega mikið til þjálfarann og þakka, en það ekki líka mjög stóra breytingin í þessu? Jú, alveg klárlega. Og bara aftur, þú veist, og það er auðvitað það sem maður bindur vonina við, og aftur segi ég með Klopp, því að, þú veist, auðvitað lendur maður í efasemdum eftir að menn töpuðu fyrir Crystal Palace eitthvað í fyrra á rönninu. Ég held bara, ég er bara ennþá með mannkross fyrir því að þarna erum við bara með gaur með einhverja styrka sín og heilmikinn þjálfara. Það getur vel verið að hann detta á andlitið vegna þess að hann er pínu trúður og er pínu svona tilfinningagaur og lendir í heljarina klúðri eins og þessi Tottenham-leikur kemur honum illa og hann er alveg svona sveiflukenndur gaur en það er alveg pottið réttið að það er þetta að hann er einhvern veginn bara meira viss um það hvernig hann ætlar að gera þetta og þess vegna til dæmis Moreno er gott dæmi um það. Og þess vegna maður alveg rólegur yfir Solanke en þá, ég sagði alltaf að ég held að Oxlade Chamberlain myndi vinna okkar eitthvað hlutverk og bara vonandi bara verður þetta rasjó sem svona talað í gegnum bara allan fótboltaheiminn, þriðjungur
vonandi bara eftir 2 ár verðum við ekkert að ergja okkur á því að, þú veist, að vera búin að fara í gegnum 3 leikmannaglugga undirmannaðir í hafsendum og ekki með, þú veist, nógu góðan markmann. Þú veist, það pirringurinn okkar núna, en ég, þú veist, hef það alveg á tilfinningunni að, þú veist, ef hann heldur áfram að safna svona góðum kaupum næsta sumar, Keita komin einn heimsklassa leikmaður í viðbót, þú veist, þá við komin á góðan stað ef það heldur svona fram. Einn punktum ekki þar, sko, það við erum hundfúl út í vörninu, það eru fáir og allt það. Allir varnarmennir, fyrir utan náttúrulega bara Trent Alexander, eru leikmenn sem voru keyptir á tíma þessara þriggja, sko. Nú þetta transfer komið vinst í, þannig að, þú veist, klárlega þurfa að bæta sig og það bara klárlega í vinslu, þetta þritt umræða. En lokum þessu þarna og förum aðeins Steini, það er náttúrulega markmið hjá klúbbnum líka og maður velti fyrir sig hvort það ekki að takast að við þurfum ekki að kaupa eins mikið af leikmönnum og þið sýndu það náttúrulega vissuleiti í sumar. Við höfum talað nú í 2-3 ár að líklega hefur efniviðurinn aldrei verið meiri hjá Liverpool og sko það er klárlega stefna eigendanna að fá þessi leikmenn úr akademíunni. Ef við skoðum þetta er nú klassísk svona landslýspásu pælinga, skoða þess úlingarliðin, en hvaða leikmenn, ef við skoðum að þess sem verður að skara fram úr, raunhæft að við séum að fara að sjá í aðliðinu og á næstu hvað við segja 12-24 mánuðum? Já, það er svolítið munur á 12 eða 24 í þessu, af því að ég ekkert að sjá mikið svona fyrst við duttum út úr keppninni þinn Einar minn, deildabikarnum sem að þú sér mikið eftir, að þá ég ekkert viss að við séum að sjá úr þessu mikið meira af leikmennum fara að fá að spreita sig. Jú, kannski eftir svona cirka 10 mánuði. En klárlega erum við að, sérstaklega núna eftir nýjustu fregnir af Klein-blessuðum, að þá erum við að tala Gómez og Trent Alexander-Arnold. Gómez var í byrjunarliði hjá Englandi í kvöld, segir reyndar sitt þetta enska landslið hvar þeir eru stattir í dag, en spilaði verulega vel á móti erfiðu mótherja. Neymar var að hamast í honum og fleiri. En bæði Joe Gómez og Trent Alexander-Arnold eru klárlega strákar sem eru orðnir fastur partur af aðalliðinu. Ég hef var að vona að menn eins og Grujic væru komnir lengra, en ég hef efasemdir hann, ég verð að segja alveg. En Steini, þetta risastórt að fá 2 leikmenn upp svona í hópinn og svona nánast í byrjunarliði eða þá á bekkinn á þetta þannig í stuttum tíma. Þetta miklu meira heldur en við rauninni verið að venjast. Já, í rauninni sko, Gómez náttúrulega kallt greið var kominn þetta framalega fyrir 2 árum, en búinn að missa heil 2 ár úr vegna meiðsla, en ég mjög impressed með hvernig hann að koma tilbaka núna, því að þetta ekkert einfalt mál fyrir 17-18 ára gamla stráka að lenda í að missa 2 mjög þýðingarmikil ár út úr sinni uppbyggingu. Og Trent Alexander síðan annað dæmi, hann nýorðið 19 að ég held, og sko þessir eru bara þarna uppi og meðal þeirra svona bestu sem hafa komist inn í hópinn á þessum aldri. Undanfarin ára, það er nokkuð ljóst. Já, ég meina ef við erum að horfa á þessi helstu lið, bara stóru liðin, hversu margir að koma upp úr unglingastarfinu inn í aðalshópinn fasta á hverju ári. Þetta eru örfáir leikmenn. Það eru örfáir leikmenn sem að ná upp í gegn. Við getum hort á Manchester United, þar Rashford. Ykkur vill setja Lingard inn, en ég þekki nú ekki þann Man United mann sem að vill helst Hann að spila fyrir United, það náttúrulega bara segir sig. Algjörlega. Það annar leikmaður hjá þeim. Við erum að tala hvað eru margir hjá City. Það einn efnilegasti leikmaðurinn í dag hjá City, en maður ekkert að sjá hann fara að fá break hjá þeim alveg á næstunni. Arsenal, hversu margir uppaldir eru þar? Wilshere kominn hann tilbaka. Einhver annar? Þetta svo sjaldgæft hjá stærstu liðunum að leikmenn séu að verða virkilegur fastur partur af aðalshópnum, þannig að við hljótum að
eiga bara að fagna þessu og þetta náttúrulega bara sparar ekkert smá af peningum að fá menn svona upp í staðan fyrir að kaupa þetta alltaf beint. Já, ef ég má grípa það, þú veist, svo sko, akademían er náttúrulega líka farin að verða pottþétt pæling í því sem við vorum að tala áðan með leikmenn sem að sko vilja koma til félagsins. Það er alltaf rosalega sterk tenging þar á milli og Klopp er duglegur að fara á leikina og standa eftir því og það er alltaf bara gaman að því að þú veist, við getum alveg hort tilbaka þegar Rafa Benítez tekur við liðinu, Júlíu vinur okkar var náttúrulega sko því miður búin að týna tengingunni alfarið og var svolítið bara búin að leyfa Highway og öðrum að svolítið vera á upptöknum svolítið að sjálfu sér þarna á sínum tíma en við erum náttúrulega líka að horfa til þessa talaði áðan Daniel Luis Alberto ég meina við bjuggum til leikmann sem allt inn að fara að verða að manni sýnist sko fogdýr og ég er fara að tala með við sem að fara að kaupa aftur sem við mistum til AC Milan og Suso og sem var það að Luis Alberto kemur frá Spáni og að vinna sig inn í Liverpool með því að vinna þessari akademíu og það sem alltaf annað sem að gerast þarna núna það að ég er alveg sannfærður það að gaurarnir sem við seldum í vor eins og Brad Smith og Jordan Ibe og 21 milljón þá erum við bara farin að sjá það að þessi akademía er bara farin að prodjúsa kannski bara miklu meira heldur en aðrar. Það er svolítið gaman að því að menn svolítið farin að detti að tala sko Southampton akademíinu og eitthvað svona hluti sem er í gangi. En mér finnst bara línan af leikmennum sem eru búin að fara að koma upp hjá okkur undanfarin ár og leikmenn sem eru svolítið í þessari akademíu núna sem eru bara býsta fjandi góður. Ef við notum ekki Harry Wilson það er að selja hann fyrir fullt af peningum eitthvað annað að þessi akademíu er bara pottþétt að verða svona miklu stærri og meiri partur heldur en var fyrir 3-5 árum og ég er alveg pottþétt ráði einmitt þessi gaurar sem við töluðum áðan Hunter og Fallows mun líka horfa til þess er að koma upp leikmaður sem að getur komið inn og það getur vel verið að það sé kannski ein leiðin fyrir það að vera að skoða eitthvað í þessum leikmannahópi sem að þeir eru ekki eins til dæmis við tölum það við vorum kannski að tala það fyrir árið síðan að Nathaniel Klein væri eini hægri bakvörðurinn við kannski áttum okkur allir á því núna og þú menn rauk ekki til í sumar og keyptu einhvern annan hægri bakvörð til þess að vera með honum og meðan menn fóru og keyptu sér bakk upp í vinstri bakvörð Steinir, þú hefur rétt fyrirgeðu Maggi, þú hefur rétt ímyndaðir okkar spjall í sumar hefur vitað að Klein er ekki með fyrir en eftir áramót sko. Alls ekki og við vorum að tala þetta er erfið staða versus það til dæmis að við sækjum þannig spænskan bakvörð í fyrra vinstri bakvörð Juan Mar sem átti að verða efnilegur sem hefur alls ekki náð fótfestu og það er einhvern veginn engin svona argandi vinstri bakvörður alveg að stíga upp að það fara að kaupa ungan vinstri bakvörð annar staðar frá. Þannig að ég held að akademía sé bara orðin bara fastur partur af því hvernig klúbburinn vinnur leikmannamál og það er þetta bara algjörlega geggjað því eins og Steini var að tala áðan Dortmund var að taka mann frá City Chelsea nú að vera að tala jafnvel að Loftus-Cheek vil ekki vera aftur með Chelsea og þessi jafnvel kostur fyrir okkur og það er bara virkilega flott og geggjað að við séum það komin á þann staðinn að þessi akademía sé að pródúsa leikmenn sem við getum nýtt eða þá allavega leikmenn sem verða þá þannig gaurar að það verður auðvelt fyrir okkur að koma aftur. Ég meina það hlýtur að vera hrikalega einfalt fyrir Liverpool að hóa í efnilega leikmenn eins og við morðið varið við sem að bara eins og svo langt kemur hann veit að mönnum er treyst menn geta bara bent á Suso hann var í Liverpool í 4-5 ár á sínum mótunar árum og hann er orðinn stjarn á Ítalíu þannig að þetta skiptir bara alveg heilmiklu máli fyrir klúbbinn til lengri tíma að við séum komið með svona línu í gegnum liðið sko. Nákvæmlega. Daniel, það er náttúrulega að tala líka þetta við taka Alexander og Gómez þetta eru komnir hérna bara partur á hóp og með risastórt hlutverk en er ekki að segja sko þessu svo langt hann er að koma inn á þessum fyrsta landsleik núna hann er spilað undir 100 mínútur fyrir Liverpool og við séum Woodburn er í hópi á Wales og í og hópin er þetta ekki bara eitthvað sem við horfum á sem næsta pats og jafnvel fleiri í þessum hóp sem að Klopp horfir jafnvel fyrst til áður en kemur að því að kaupa nýja leikmenn Jú, alveg klárlega sko og þetta er eiginlega þannig að sko manni finnst þeirra eiginlega of mikið af efnilegum leikmönnum að því að maður sér ekki alveg að þeir munu allir fá séns. Það var til dæmis bara það sem gerðist með Suso þannig að það var ekki pláss fyrir hann á vellinum hann var bara í sömu stöðu og þess vegna bara var hann látið fara og ég einmitt var nú einn af þeim sem að sá á eftir honum sko ég var líka á því að Jordan Ibe hann væri bara næsta stjarna hann er bara
stærri heldur en Sterling, sko, þú veist, þannig að það sýnir hvað maður veit mikið. En hérna... Suso væri ekkert að spila hjá Liverpool í dag, hann hefði aldrei fengið að þróa svona, það bara... Þetta var nauðsynlegt fyrir hans þroska, þú veist, að fara, sko, það var það auðvitað. En hugsanlega hefði mátt hafa það þannig að það væri einhver svona, hérna, buyback, hérna, klausa, þú veist, eitthvað svoleiðis. Hérna. En svo náttúrulega má líka spyrja sig, þú veist, sko, sú típa af leikmanni sem okkur vantar mest núna, þú veist, vantar sóknar, hérna, sko, ég veit það ekki. En að þessu höfum, eins og Solanke og náttúrulega Woodburn sem hann sé ekkert ósvipuð tegund af leikmann og Suso kannski, hann náttúrulega ekki, reiðist ekki beint á hraðan, ég er ekki að segja þessu eins, en svona, það líkar hlutverki kannski. Og einmitt, ég myndi auðvitað allan daginn miklu frekar vilja að Woodburn fái þá fleiri sénsa heldur en að vera að kaupa Suso tilbaka, þú veist, en hérna, að því að eins og við vitum, það náttúrulega ekki bara svo sem ekki pláss. Ekki álag framöndan sem við kannski eftir að ræða betur eftir, en hérna, en ég veist, og maður sér það líka, Klopp, hann ekki að nota nema bara svo marga leikmenn, hann vill ekki setja allt og marga, þú veist, inn á í einu og hérna. Nákvæmlega, afsaki, ég var að tala á mjútinu hjá okkur. Steini, ef við höldum að áfram niður listan, þú veist, þetta eins og Daniel segir, þetta í alvörunni ótrúlega mikið efni verið að koma upp og eins og Maggi kom inn að þá ef við notum þessar strákvikið, þeir fá ykkur að sjansa, jafnvel þó sem dóttir úr hérna deildarbikarnum, að þá hörku peningur, miklu meiri peningur heldur en við höfum nokkuð tíma verið að vinna með áður. Ekki bara náttúrulega? Jú, algjörlega og nákvæmlega sem Maggi kom inn á, ég meina Harry Wilson virðist ekki fá sko break á back hérna undir lok síðasta tímabil það sem mikið var meiðsli. Er það ekki besti leikmaður bara yngri liðana hjá Liverpool undanfarin 2 ár? Jú, ég myndi halda það sko, hann var skoraði alveg bara eins og hann reyndar borgað fyrir það, en hann skoraði eins og var borgað fyrir það á síðasta tímabili. En síðan bara svo margir, nákvæmlega þetta, það verða aldrei, við getum talað Ryan Kent, við getum talað Ben Woodburn, Dominic Solanke, Grujic, Ojo, Ejaria og the list goes on. Það muni aldrei allir þessi strákar verða partur af hóp hjá Liverpool í næstu árin. En það nákvæmlega þetta lykilatriði sem Maggi kom inn á, við erum að búa til pening líka úr þessu. Við erum að búa til pening til að geta fjárfest í réttum mönnum, það sem að þessir kannski ekki að styrkja, en njótu þá góðs af því að taka svona fleita rjóman ofan af, ef þessir örfáir sem verða þá nógu góðir til að vera hluta hóp. En erum þá allavega að fá pening fyrir, þetta var það sem maður horfði oft öfundur augun til Manchester United þetta fyrir nokkrum árum síðan. Þeir voru að gera nákvæmlega þetta. Þeir voru að selja ungu strákana sína sem komast ekki í liðið á bara slatta pening. Og síðan voru þeir bara að nota peningana í hérna að kaupa dýra og flotta leikmenn. Þannig að þetta helst allt í hendur og það bara mjög ánægilegt að það séu bara svona margir sem eru að vekja athygli og svona margir sem að maður að horfa á eigi potential ekki bara hjá Liverpool heldur bara í úrvalsdeildinni og það bara slattis. Þetta líka áherslu, við erum að sjá sko, jú við peningur í svolítið, en þessi strákar að velja Liverpool frá 14 til 18 ára aldri út af því að þeir sjá þarna mesta möguleikann að komast í liði. Ejaria komið frá Arsenal, það komið 2 aðrir eða 3 ungir mjög efnilegir frá Arsenal undanfærin 2 ár. Brewster, hann frá hérna, Chelsea og Solanke líka frá Chelsea, þú veist, þetta svolítið áhugavert að sjá hvað margir sem eru greinilega að horfa til Liverpool, því að Liverpool ekkert endilega með betri akademi heldur en hinn meistaradeildarliðin. Það eru öll þessi lið með ógeðslega flotta aðstöðu fyrir þess að stráka alla saman. Ég meina, það væsir ekkert þá hjá þessum svona stærstu liðum. Maður skildi það alveg þegar að liðin voru að fara frá Queen's Park Rangers eins og Sterling ungur til Liverpool bara til að komast í alvöru þjálfara og til að komast í alvöru aðstæður og aðstöðu. En þessir guttar sem að fara á milli þessara félaga, Arsenal, Spurs, Liverpool, Chelsea, Manchester United,
reyndar ekki man ég ekki eftir Man United mann sem komið nýlega en þetta segir alveg sitt. Ég meina, þetta út af því að og bara hann búinn að segja það, bara berum orðum Dominic Solanke. Hann að koma til Liverpool af því að Liverpool hefur verið að gefa þessum strákum sénsa. Hvað erum við að horfa á stefnuna hjá Chelsea til dæmis? Hvað eiga þeir marga leikmenn, unga leikmenn út á láni? Og hversu mikil tækifæri eiga þessir ungu leikmenn á að koma tilbaka og actually að meika það hjá Chelsea? Spurðið Kevin De Bruyne hvernig honum hugast Chelsea og hvaða tækifæri hann fékk þar eftir að hafa farið út á lán svona 380 sinnum og bara staðið sig vel. Það bara svo mörg svona dæmi varðandi bæði Chelsea og Manchester City. Þarna bara að tala sko þá allra bestu skilur, Brune og Sala og eitthvað svona, þú veist, svo svo margir einmitt í svona næsta klassa fyrir og þar á eftir sem að svona fylla upp í lið alveg ágætlega sko. Algjörlega og bara, ég held að þið séum með á milli 30 og 40 unga leikmenn á láni, útláni og víðsfæðurum Evrópu. Og ég held að þetta hljóti að fara að breytast, ég held að það hljóti að fara að breytast að ungi leikmenn eiga eftir að horfa og bara hverju ætti ég að skrifa undir samning hjá Chelsea. Það búið að margsannast og margsýna sig að ég ekki að fara að fá séns þar. Það alveg sama hvernig ég stend með á útláni, ég aldrei að fara að fá séns þar. Þannig að ég vonast til að þetta fara að breytast og menn sé að fara að fá gáfulegri og betri ráðlegginga frá umboðsmönnum sínum. Nákvæmlega, var ekki eitthvað input í þetta umræðu? Nei, ég held svo sem ekki, búin að taka. Það alltaf bara að við getum ekkert sloppið á því að nefnum að tala alltaf að þú talar mesta efni félagsins. Við erum alltaf mögulega, þú veist, ég hafa horfð á Ryan Brewster, sko. Maður verður að passa sig að búa ekki til nýtt og þetta, en hans sko vetur náttúrulega að líta svo geggjað út að ég held að þú veist, þar gætu við verið að tala bara leikmann sem kannski sá sterkasti sem við komum upp hjá Liverpool bara í alveg ógeðslega langan tíma. Hann ótrúlega beinskeyttur og flottur leikmaður sem bara, þú veist, rosalega spennandi að díla við. Við tölum svolítið Grabara, hvað hann var efnilegur og þessi markmaður. En ég meina, Brewster ég horfði á leikinn þeirra móti Newcastle og þó hann hafi ekki náð að skora þarna. Hann var bara hann svo ógeðslega direkt og hann svo ótrúlega flottur á öxlin og leikmönnum þessi strákur. Að þú veist að við erum bara með einhverja línu sem að verður bara alveg óbúslega gaman að fylgjast með og ég segi svo Steini, þú veist, að það alveg áfangi að ná að vera komin á þennan stað því að þú veist, það bara bæði að spara og búast til peningum ungu leikmönnum eitthvað sem bara frábært og það bara partur af svona feel good faktor sem hann finnst þér að koma inn í klúbbinn, sko. Ekki líka svolítið Maggi, maður sko áttar sig ekki alveg á því núna að samkeppnin svo miklu meiri heldur til dæmis þegar Liverpool var að fá upp þessum strákum eins og Fowler og sérstaklega Owen. Ef mér maður rétt, ég held að ég lesið þetta einhvern tímann daginn, þá var það Collymore og Fowler ef annað þeirra var frá, þá var bara tækifæri fyrir Owen komið, 17 ára. Hann sama aldrei um Brewster núna og var að gera minna rauninni heldur Brewster. Jú, það var bara aðeins mörgum. Við mögum ekki gleyma því að í rauninni á þeim tíma líka, það var náttúrulega Liverpool bara með býsna lélegt fótboltalið, sko. Það verður náttúrulega bara að segjast alveg svo að þegar þessi strákar voru inni, þá voru, ég fór 92 ára að spila, held að Fowler að byrja haustið og þá voru við með Torben Pietznick og Don Hutchinson, fekk fullt af sénsum hjá Liverpool vegna þess að liðið var líka bara hundslagt. Ég held núna einmitt að við séum kannski á horfinu á það, við séum að fara að fá inn stráka sem að sko detta inn í lið sem að bara eins og ég sagði áðan, ef við fengjum 1-2 alheimsstjörnur inn í þetta lið, þá fyrir þarna dett inn í stráka sem eru bara að fara inn í bara flott fótboltalið og jafnvel með möguleika á því að búa til einhverja sigurhefð sem var náttúrulega alls ekki til staðar þegar þessir drengist út að tala stig inn í liðið með Harkness og Carragher og fleirum. Þetta var auðvitað lið sem var á þeim tíma í 7., 8. sæti í deildinni og stanslaus vonbrigði í öllum bikarkeppnum og þá akkúrat þá sem þú getur hent og bara dælt inn fullt af leikmönnum sem eru ungir og bara komast inn í liðið bara þeir ungir vegna þess að þú hefur ekki að keppa. Þessi gaurar þurfa bara að vera í samkeppni og í staðinn þegar þeir fá sénsinn, þá koma þeir bara inn í alvöru fótboltalið, sko. Já, og það má líka ekki gleyma því að sko 23 liðið, hvað það ekki 6 stigum á undan næsta liði í
í þessari deild, þú veist, eða hvað kalla þetta, þannig að þar erum við bara með langbesta liðið í raun og veru. Heldur það sé nógu góð deild til að byggja þessi stráku upp fyrir Premier League, sko? Það kannski og þá kannski ekki leiða það yfir aðra umræðu hvort það eigi að vera, hvað átti ekki að vera B-liðadeild eða eitthvað svoleiðis, eða leyfa B-lið, sko. Munið eftir einhver mörgum strákur sem hafa verið að koma upp úr þessari deild mikið undanfarin ár. Ég er nú bara spyrjuð alveg óundirbúið rauninni, sko. Sko, ég held að þessi deild núna í ár og í fyrra, hún miklu betur heldur en það sem við sáum áður. Þessi regla að búa til þessar tvær deildir í U18 og U23 hefur bara þýtt það að það er allt annað form í gangi og það er bara, það er til dæmis hátt sko getustig í þessum liðum. Þegar við vorum að tala um þessi gömlu reserve-lið, það var þetta oft svona einhver sambland af einhverjum 18 til 23 liðum, náttúrulega klárlega þannig að Liverpool að leggja meira upp úr því að hafa sína leikmenn heima heldur til dæmis bæði Chelsea og Manchester United. Ég held að Manchester United sé á sínum rétta stað í þessari deild, þeir eru neðstir í deildinni held ég og þeir vilja falla. Þú veist, og þeir eru náttúrulega með svolítið unga lið og sprækja, við náttúrulega gjörsamlega pökkum þeim saman, en þú veist, það eru þetta líka spurningin sko, hvernig heiliðið mun leggja á það, en það sem mér hefur fundist, við horfum á leik núna í síðustu viku þar sem við gjörsamlega stútuðum og sláturum Bristol City sem við hefðum ekkert verið að gera þetta í gamla daga vegna þess að áherslan á okkar lið er bara lögð á það að þeir eru bara að spila, Grúið sem búin að vera að spila töluvert, Alexander hefur komið niður vegna þess að er verið að keyra á þá og það eru auðvitað það sem að, við erum klárlega, ég allan myndi orða það þannig að það er líklegra núna að maður sjái leik með þessu liði og maður hugsa með já, þessi leikmaður einhvern veginn ræður við það sem er í gangi vegna þess að maður sér að uppleggið er mjög svipað. Það er þessi hápressa, það er þessi keyrsla sem er í gangi að þú veist, þegar ég er svo klikkaður, sko, ég horfa á alla þessa leiki. Það er bara allavega þetta er oft á tíma þar sem engir leikir í gangi að ég horfði að þeir töpuðu fyrir Leicester á sunnudaginn fyrir einhverjum 2 vikum síðan og þá vantaði ákveðna leikmenn inn í og þá fattaði maður það bara að Leicester stilti þarna upp einhverjum 2-3 byrjunarliðsmönnum að þú veist, það var bara pínlítið það að henda ungum mönnunum inn í, þá var maður farin að horfa aftur á einhvern varaliðsleik og ég heldur að hafa alveg lært af því að svo með næstu leika mútið Bristol City þá keyrðu þeir bara mönnum inn í það og ekki nóg með það 23 ára liði sé að gera þetta vel, þá er 18 ára liði líka að gera þetta vel. Þar eru leikmenn sem eru mjög efnilegir, Curtis Jones og Normaðurinn sem fengum mjög haust sem að lítur alveg ótrúlega vel út af Norman að vera. Að þeir fá bara verið í friði undir 18 liðinu því það er bara dálítið gott. Þannig að það er svolítið það sem ég held að sé í gangi að sko Liverpool er bara að fara að hlú miklu meira að þessum 2 liðin sínum heldur að gerði gegnum tíðina og maður farið á tilfinningu þeir sé að fá góða þjálfun og að sé verið að brýta þá fyrir sko aðalið nákvæmlega eins og Þjóðverðin hafa verið að gera þetta. Munurinn hjá Þjóðverðunum og Bretunum er auðvitað það að þar eru varaliðin bara að spila í deild sem væri auðvitað kannski klárara hjá Bretunum en að við varum að spila í League One með þetta lið, þá væri það örugglega eitthvað sem að er betra fyrir Liverpool og fyrir okkur sem stuðningsmenn en þá líka móti kannski ekki eins gott fyrir Chesterfield og Hartlepool og þessi lið sem myndu þá vera dett út úr deildunum í staðinn sko. Og það má líka náttúrulega ekki glemma því að nafni minn Danny Ings, hann er búinn að vera að fá núna hellingsæfingu náttúrulega og er misskoraði fernu í þessum leikarna síðasta. Já. Og þess vegna það er aldrei að vita, maður sér það Gómez meiðist í 2 ár og það er mitt sama tímabil eins og Danny Ings, þú veist, og sannlega kemst hann tilbaka, maður vonar það, sko, en kannski þá bara hægt að selja hann fyrir einhvern pening. Manni sýnist að hann vera svona sitt fyrraform þó hann náði því kannski ekki. Hann er miklu meiri orku í honum og maður sér það bara með hverju vikuna því að hann líka búið að vera ótrúlegt í öllum leikjunum fram á þessu leik þegar skoraði fernu og bæði við lagði 2 mörk líka að hann sko færin sem var búinn að fá Karl Greið það var ólíkindur fundum hann hafi ekki skorað sko á þessu tíma. Hann er alveg, hann spilaði dag líka fyrir luktum dyrum og Melwood þannig að það er vonandi að hann sé bara velgast. En þetta er alltaf algjörlega búið að sanna sig núna að við eigum að vera að leggja mikið púður í þessa deildabikarkeppni Einar Matthías svo við fáum alvöru leiki. Það er bara algjörlega það sem að þessi vetur að gera okkur. Nú verðum við að leggja áherslu á deildabikarkeppnina. Nei, nú segir sko, Steini. Koma svo! Steini, nú ætlum ég einmitt að afsanna þetta helvítisrugli honum Magga og skoðum þetta aðeins. Það er leikjaálagið núna framöndan. Það er fáránlegt. Það er bara
fram að jólum og rauninni eftir jól náttúrulega bara aðalkafli tímabilsins og þetta kafli sem fór illa með Liverpool á síðastímabili, sérstaklega reyndar eftir áramót, það var nú ágætt fram að áramótum, en ef við horfum á þetta prógram núna hjá Liverpool og bara hópinu Liverpool versus hópinu fyrra, getum við ekki verið aðeins bjartsýnni núna heldur en bara fyrir nákvæmlega 12 mánuðum, ekki að við vorum alls ekki svartsýnir á þessum tíma fyrir árið síðan. Jú, núna erum við að fara að detta inn í já, eins og þú segir, periódu sem er mjög strembin. En nákvæmlega eins og þú komst inn á held ég á Twitter núna í vikunni, hún strembin fyrir alla. Þannig að hún líka strembin fyrir liðin sem með litla hópa. Þannig að nú reynir á öll þessi liða því að það mjög stutt í að meistaradeildin dett út úr jöfnunni. Því nú á miður að þá deildabikarinn dottinn út í jöfnunni. Þannig að þessi strákar sem að þú ert svo á móti, Einar minn, þessir ungu strákar sem okkur magga svo andum að fá reynslu og svona. Það ekki strákar á 8 byrjulismenn. Ungi strákar á 8 byrjulismenn sem að vera svo alveg mittir í byrjun janúar. Ok, halda áfram. Já, þú sér hvað þetta að fara. En nákvæmlega eins og þú segir á Twitter, þetta rosalega fyrir okkur fótbolta. Þetta var ekki Twitter fyrir, þetta var alveg heil færsla á síðunni, Ég var komin á þetta. Já, þú byrjaðir örugglega á Twitter út frá einhverju færslu frá Höddamag, minnum mig. En já, nákvæmlega þetta. Við erum að fara og horfa á sama álag á öllum þessum liðum núna þegar meistaradeildin klárast. Það eru 2 leikir eftir það. Og núna bara kemur í ljós úr hverju að gerði. Við erum að fara að fá Lallana tilbaka. Vonandi bara að Sadio Mane verði ekki meiddur eftir þetta fjárans bölvaða landsleikjahlé. Það er svo mikil hakkingel hérna úti, Já, það bara heyrist út því. Já, ég bara, hvað að gera? Það já, fókus, já, nákvæmlega, ef að Sadio Mane sleppur svona í gegnum þetta og svona nokkuð heill, þá ekkert annað landsleikjahlé þangað í febrúar. Við eigum fyrstulega að fagna því, bara gríðarlega. Ég held við ættum að halda bara smá festival, bara fyrir það. Þau eru bara búin í bili. En núna erum við að nálgast allan hópinn okkar, fyrir utan Klein, að þá erum við að horfa fram á að fara inn í þetta tímabil, vonandi með sterkasta hópinn okkar. Það verða alltaf einhver meiðsl inn á milli, en ég alveg sammála því. Við eigum að fara bjartsýnir inn í þennan tíma. Þetta tiltölulega, það Chelsea-leikur þarna sem gæti orðið mjög skemmtilegur og hlakka mikið til að takast á við hann. Þeir einhvers staðar á Kurdistan vikuna fyrir þann leik meðan við erum reyndar í Sevilla, ef ég maður rétt, Já, og ég meina Chelsea hafa alveg verið þeir eru ekki Chelsea eins og þeir voru í fyrra, Og við tókum Chelsea eins og þeir voru í fyrra. Þannig að ég held að bara þetta prógram sem við getum alveg farið í gegnum. Við áttum bara gott prógram alveg þangað til áramóti fyrra. Þegar við mistum ákveðinn mann út fyrir Afríkukeppnina, en notabene, og það sem við höfum sagt áður, þá vorum við svolítið berskjaldaðir fram á við, varðandi hraða. Síðan þá hafa Mohamed Salah, Oxlade-Chamberlain og í rauninni Moreno best við í svona hröðudeildina. Þannig að við eigum að vera miklu betur í stakk búin til að fara inn í þetta núna. Nákvæmlega, ég held við þurfum ekkert að staldra mikið lengur við þetta og Daniel, ef við bara vindum okkar að helgin, það er leikur á móti Southampton sem að, Pellegrini, hann fær ekki kaupa neitt og ef maður selur leikmenn var það sagt og sóknarleikur liðsins steingjaldur. Ég held að við skora 9 mörk í deildinni í vetur og þeir allavega, ég held klárlega þurfi að kaupa sóknarmenn og
erum við ekki bara með augljósa lausn fyrir þá í janúar sem að hefur eitthvað trú á því að það á henni verði? Að við verslum við Þú segir það, okkur vantar miðvörð. Hvern gætu við keypt sem miðvörður hjá þeim? Nei, mér dettur enginn í hug. Nei, það væri rosa gaman allavega að hrista aðeins upp í, var í fyrra á móti Southampton og hvað var ekki 2-0-0 í jafntefli? Eða eitthvað svoleiðis. Hörmungar leikir, Já, nákvæmlega. Og það er bara vonað, þú veist, að nú hafi Klopp svona aðeins náð að svona liggja yfir þeim leikjum og sé að koma með eitthvað plan, Ég hef nú alveg full trú á því. Svolítið máli hvort að Mane geti spilað með, ég veit það ekki. Þú veist, með að kalla hann tilbaka, hvort hann hafi í raun ekkert verið meiddur eftir landsleikinn núna, eða hvað? Já, þetta var allavega eitthvað sem að tala áður en hann fór í þessa leiki og þeir unnu þarna leikinn, þannig að maður svona vonast til að þetta sé eitthvað leikrit, en það er nú vanalega ekki þannig þegar kemur að Liverpool, en við höfum þá allavega mannskap í að sækja þá, en þetta lið að spila bara sama fótbolta í fyrra, þú veist, búið að skipta stjóra, er ekki að horfa svolítið þannig. Það er svolítið eins og Liverpool hafi drepið sóknarleikinn hjá þeim þegar við kiptum Mane. Já, akkurat. Nei, og svo náttúrulega spurning með Coutinho, hvort að hann náttúrulega leikurinn í kvöld, nú var ég ekki að fylgjast með honum. Hann spilaði 65 mínútur og fór út af virtist þegar bara heilsu en. Já, ok, já. Þessu svo náttúrulega þarf að kaupa flugvél frá London til Liverpool, Já, þeir eru reddi með það. Allir brassarnir saman í flugvél. Já. En hitt er svona annað mála, náttúrulega ef við erum að skoða tölurnar, hvernig er það ekki? Er ekki Liverpool með miklu betra vinningshlutfall í vetur en með það? Ég held ég við sé það einhvers staðar. Betra vinningshlutfall heldur en? Já, sem sagt, þegar að liðið spilar og Coutinho er ekki með, að þá er liðið að vinna miklu frekar heldur en. Jú, ég held að sé einhvern veginn þannig, þetta er náttúrulega svolítið lítið mengi sem við erum að vinna úr þar, Jú, reyndar nákvæmlega. En það er svona spurning, hvort að það sé svolítið að koma í ljós það sem að Klopp mig talaði á einhverjum stundum, svolítið of mikið að leita hann uppi, þú veist, og að svona þegar að hann er ekki með, þá er svona ok, nú verðum við bara að spila sem lið. En þegar hann er með, við bara gefum á Coutinho og hann reddar þessu með því að og skjóta fyrir til teig, þannig að það er svona, kannski er það ekkert svo slæmt að hann sé ekki með, ég veit það ekki. Nei, anskotnist einni, Poljan er ekki komið svo, við erum ekki búin að drekka það mikið af Poljanni, við þurfum að fara að fagna, eða svona líta að reyna að finna eitthvað jákvætt við fjárveru okkar bestumanna. Nei, það er no can do, það er bara, við þurfum á öllum þessum meisturum okkar að halda, það er alveg morgunljóst og það er náttúrulega draumaaðstæðan er náttúrulega svo að geta farið að svona velja þá inn í leiki því að það segir sér bara sjálft þegar við erum konum með Lallana heilan, við erum með Coutinho heilan, við erum með Mane og Salah og Sturridge og Firmino og síðan erum við með Milner, Henderson, Can og Wijnaldum heila, að þá hljótu við að fara svona, þá hlýtur Klopp að fara meira að spá í hver passar hvenar inn í systemið. Þannig að ég, eins og segi, þetta var náttúrulega fullkomlega hræðilegt í fyrra á móti Southampton. Við reyndar fyrsti leikurinn þarna sem við áttum við á útivelli, það var náttúrulega bara algjört kraftaverk fyrir þá að við skildum ekki skora, við sköpuðum svo mikið af færum og það var einn hollenskur djöfull sem að svona átti mjög stóran þátt í því. Og bara út á því dæmi varðandi janúargluggann, rétt að koma aðeins inn á það, sáu þið viðtalið í dag við stjórnarformann Liverpool. Hann var í viðtali í Liverpool Echo í dag, þar sem að hann var ekki í rauninni viðtali í Echo, þetta var viðtal sem að var tekið við hann út af þessari bók sem við verðum að fara að gefa út Klopp. Og hann sagði bara að þetta væri hvort þeir reyndu að
ná í leikmann í félagaskiptaglugganum í janúar í fyrra og það vantaði ekkert á löngun. Hann sagði bara að þetta væri bara þannig að það bara verður erfiðar og erfiðar á hverju einasta ári sem að líður núna að versla í janúar. Þetta virðist vera bara eitthvað hell að myndast og mér finnst ekkert ólíklegt að við séum að fara að horfa fram á svona allra næstu árum að þessi janúargluggi bara hreinlega hverfi. Svo frosinn markaðurinn. En vonandi kemur inn miðvörður en ég ekkert að sko bara leggja alla peningana mína undir en vonandi náum við einu miðverði þarna inn og hversu svo sem það verður og ég meina þetta fínasta kenning bara hérna Southampton vantar framherja, hvar geta það fengið pening? Ég veit hvar þeir geta fengið pening, ég hef pening, komið bara og fáið peningi minn en ég ekki svona skýrt og ég ætla bara rétt að vona að þetta takist en ég ekkert neitt rosalega samfærður en ég aftur á móti samfærður það að við erum að fara að skora á móti þessu Southampton. Já, djöfull þykir mér nú bjart því þar maður. Það nú ekki á hverju ári sem við gerum það. Jáp. Herðu, Maggi, þú loka orðum Southampton þennan leik og hvernig heldur að Klopp fara inn í hennan með standið á hópnum? Ég alltaf Coutinho og Mane séu leikfærir. Lítið við að bæta, þetta ákaflega vel gert hjá drengjunum og útrúlega gott með að ég talaði ekki við á það en hérna að það ekkert spurningin að ég verið svona leikir að hluta til held ég ráðist að því í hvernig standi menn koma tilbaka þannig að ég held að sé alveg klárt mála að hérna morgundagurinn fer hjá honum að skoða hvernig menn komið tilbaka úr þessum ferðum, einmitt meta Mane, örugglega meta Coutinho. Hann búinn að vera... Heldur að sé eitthvað með Sevilla leikinn í huga? Við skulum kannski taka hann með sem í spá fyrir, við tökum ekki upp fyrir þetta það. Við skulum alveg hafa það á hreinu að hérna Sevilla leikurinn ekki leikurinn sem við þurfum að vinna. Okkur dugar það að vinna Spartak á heimavelli í síðustu umferð. Þannig að ég held að sé alveg klárt mál að hérna, hann vill bara klára þennan leik. Það momentum með okkur, við erum búin að vinna þarna 2 deildarleiki bara nokkuð öflugt eftir að hafa verið ákveðin í lægð. Þannig að ég alveg sannfærður það ef að Klopp að horfa á annarkvæmt leikinn sem leik sem hann svona getur leyft sér að aðeins að rótera eða þarf að ekki fara inn með það markmið að vinna, þá það Sevilla leikurinn sem hann geymir. Ég held að hann setji áhersluna á helgina, vinna Southampton og auðvitað munum við að sjálfsögðu stefnaði vinni Sevilla en ég meina meira sé að tapi Sevilla myndi engu breyta varðandi áframhald. Þannig að ég held að sé alveg að hreinu að hann ætli sér bara að keyra þetta inn og hann mun spila á sínum 11 bestu mönnum sem eru heilir á föstudagsmorgunæfingunni. Þetta bara þannig. Vonandi verða þeir sem allra flestir að vera alveg sérstaklega fyrst mér var algjörlega geggjað ef að Mane tæpur að við getum bara kvilt hann og hendla Lanan í mixið og breytta aðeins lúkkin í kringu það. Ég hlakka mjög mikið til að fá hann tilbaka. Þetta er minni ferðalög á mönnum. Ég meina, Rossarnir í London og Mane komið tilbaka, hvernig standið verður á honum. Sala fór ekkert. Já, þetta er gott. Þannig að það er allt annað svona minna ferðalag í mönnum, sko. Algjörlega. Það er ákveðlega líka við getum alveg að gefa okkur það með hvernig Southampton hefur spilað núna í vetur og síðustu 3 leiki sem Liverpool höfum mætt og það verður nákvæmlega saman på teningnum hjá þeim eins og hinnum liðunum en bara betri vörn. Þannig að okkur veitir ekkert af okkar bestu sóknarþengjandi leikmönnum. Ég held að þetta sé bara gott tækifæri fyrir Van Dijk til að sannfæra okkur að kaupa sæki. Nákvæmlega, eða lækka verð með hann. Eigum við ekki að taka samsæriskenningu, hann tilkynnir sig veikan og spila ekki helgina. Hvað er það aftan í læri eða eitthvað? Já, nákvæmlega. Herðu, Daniel, ég held að við séum bara að fara að ljúka þessu tökum spá í restina af þessa 2 leiki Southampton heima og Sevilla á þriðjudaginn úti, hvernig heldur við skorum og hvernig fer það? Já, ég held að þetta fari, sko, þetta fyrir annarkvort 1-1 eða 2 og þá fyrir okkur, sko, en ég spái því að Van Dijk, hann tilkynir sig mittin í baki, þá svona meira í takt við, þú veist, okkar menn, sko. Og svo 1-1 jafntefli í Sevilla, svona
Já, ég er ekkert alltaf bjartsýnn á að menn haldi hreinu en ég held að menn skori og svona, auðvitað myndi ég helst vilja vinna það báða náttúrulega. Hóflega bjartsýnn það. Já, það segir sér svolítið að myndum allir vilja taka það, en við myndum sagt okkur 1-1 í Sevilla. Algjörlega, já. Steini, hvernig horfum þér? Herðu, clean sheet Klavan, hann kemur og sýnir Steini. Van Dijk að það Ertu eitthvað að linast það? Áskilja mig eftir einan í eyðimörkinu eða? Ég held reyndar, sko, ef það er ekki fyrir Southampton-leik, hvenær þá maður kemur? Já. Þeir eru ekki með, sko, núna er ég að jinxa þetta alveg út í. Ég veit að jinxa er að vera bannorðið sem þetta orðið. Herri, ég ætla að halda það fram að við höldum hreinum helgina. Það er svo margir sem ég þekki á vellinum, bróður minn og ég veit ekki, það er alveg breyti bönns af fólki sem ég þekki og ég ætla bara að spá eða þið fá bara alvöru leik frá okkar mönnum. Menn noti sér það að vera ekki á neinu ferðalegu fyrir þetta og hver svo sem verður hvíldur og hver ekki hvíldur og ég held að við tökum hennar leik 3-0 heima. Og borgum fyrir öll markalausu jafntefli frá því fyrra. Ég ætla líka að segja að við ætlum við erum svona endurgreiðsluleik núna á næstuna því að við áttum náttúrulega allan tíman að vinna þetta Sevilla-lið á Anfield á sínum tíma og við skulduðum alveg að taka 3 stig að og ég held að við clean sheet Klavan verður ekki þar ég veit ekki hvort það verður meira þess að í liðinu en ég held við vinnum þann leik 2-1. Ákvæmlega. Maggi, ætlar að jinxa clean sheetið eitthvað frekar? Já, ég bara held að við, það er svona, ég ætla að segja 3-1 í deildarleiknum. Ég held að þetta verði alveg ströggpínu og vesen, en ég held að við séum bara með gæði til þess að klára Southampton. Southampton er búið að vera pínlítið svona bókisæti eftir við tókum þarna 6-1 í deildarbökarnum og það er bara, Jinx trúi ég ekki eins mikið á eins og svona einhvern bóki. Southampton sem félag og leikmenni sem eru þarna, munir hlakka að koma á Anfield, þannig að þeir gæti alveg stólið einhverju stíu og verða okkur allavega held ég hunderfir, menn 3-1, 2-1 sigur þar. Ég aftur á móti ætla ekki að spá okkur allavega klárlega ekki sigri í Sevilla og ég bara hlakka svolítið til að sjá hvernig uppleggi verður og hvernig við erum stemdir fyrir svona leikjum eins og verður örugglega þarna svolítið hávaði og læti og fjör. Þannig að ég er hræddur um það að við töpum í Sevilla bara 2-1, 3-2 en jafn sannfærður um það svo klárum við þetta Moskólið og förum áfram í riðlinum sko. Þannig ég held að verði sigur helgin og tap eftir hana. Það er svo undarlegur riðill í meistaradeildinni, það er eiginlega vonlaust að spá fyrir þessa leiki. Töpuðu 5 í Spartak, maður skilur ekkert eftir þetta. Já, það er alveg rétt. Herði, ég held að dagskráin sé tæmd í bili strákar og við stefnum að því að vera... En undirritaður, hvernig... Það er ég er skítrættur 0-0 í Southampton-leiknum og áfram og við tökum 0-1 út í Spáni. Það bara flæðir mörkin hjá þér. Já, það er clean sheet Klavan. Þú veist að landsleikjarliðið er búið, sko. Nei, ég er ekki sannfærður um það sem verður búið þannig með helgina. Þetta búið að vera með ólíkindum leiðilegt. Ég held að aldrei verið með 0-0 leikir bara í sögu landsleikjarliða eins og núna. Það breytist næstu í kvöld að helvítis Danirnir fóru áfram og skoruðu slatta en England og Brasilía héldu upp í heiðri 0-0 jafnteflana. Já, við ættum kannski að taka, en það verður seinni umræða það hversu óstjórnlega leiðilegir landsliðsfótboltaleikir eru orðnir fyrir utan það að Ísland er að spila. Herðu, eitt að lokum ekki fyrir þá ferðalanga í ferðina hjá okkur. Er ekki allt klárt? Þið Steini eruð að fara að stýra þessu og eru klárir í ferðinu? Já, nú bara á allra næstu dögum, ég vonandi bara að vona fyrir helgi, menn Luka Urolúci náði þarna krækja í fleiri sæti og það hafa verið að selja sæti síðustu daga í ferðina.
Þannig að ég veit ekki alveg hvenær þeir loka endalega á hana, en við Steinir erum byrjaðir að vinna og erum bara smíða prógramið og bara vonandi, það verður aldrei setna, segi ég heldur en helgið á mánudag, vonandi fyrir föstudaginn sem að fólk fyrir að fá frá okkur einhverja punkta það hvernig við setjum þetta upp. Þetta stefnir í alveg monsterferð, bara skemmtilega á allan hátt sem að við treystum á að skila okkur 3 öflugum stigum gegn fallbaráttu liði Everton. Það er nákvæmlega. Herðu, þetta eru lokaorðin í kvöld. Þetta eru fín lokaorð, Maggi. Ég þakka ykkur fyrir og þess að segja, við heyrumst á miðvikudaginn aftur.